með penna á þig nokkuð, en ekki ég með það hérna. Heldur kúlinn. Ég heilsa ykkur öllum í Jesú nafni. Þetta var yndislegt upphaf að þessari stund sem hér var flutt. Og svo horfum við á kistuna, bleika kistuna Geirþrúðar Geirsdóttur og ég vissum að við erum öll búin að hugsa að þetta var viðeigandi. Fyrsta sem við hugsaum þegar við gengum hér inn, bara þetta var rétt að hafa svona fallega bleika kistu. Og svo erum við hérna dreifð svona þau sem hér mega vera og svo eru þau með okkur öll sem eru hér í gegnum linsuna, í streyminu. Verið þið líka öll hjartanlega velkomin með okkur, þið sem eruð að horfa og eru með okkur í anda á þessari stundu.
Hér úti fyrir kirkjunni þegar komið var að, þá stóðu þar 2 knapar á hestum. Einnig það var aldeilis viðeigandi og verið að tjá þá virðingu og þá þökk sem að fólk ber í hjarta til Geirþrúðar Geirsdóttur á því sviði og á þeim vettvangi. Og svo veit ég að við erum öll einhvern veginn að hugsa það sama. Þetta er svo flókið. Það er svo mörg sem ætti að vera hérna og hefðu þurft að vera hérna til þess að standa saman og taka saman utan sorgina sem að líka svo flókin. Ég ætla að segja við þig, Halldór Sævar Guðbergsson, þú ert að horfa, þú ert hérna með okkur í anda, sambýlismaður Geirþrúðar Geirsdóttur. Halldór Sævar, hann liggur á sjúkrabeði og getur ekki verið hjá okkur, getur ekki verið með okkur. Guð blessi þig og styrki í þínum aðstæðum. Svo eru það ömmu strákarnir og hér er hann Alex Máni, ömmu strákurinn, og er að kveðja ömmu sína og það er dálítið stórt að kveðja ömmu sem hefur verið sterkur aðili í lífinum hans. Og svo er fólkið hans Unnars Björns heitins, Unnar Björn kvaddi fyrir 5 árum. Og enn er hoggið í sama knérun með sama hætti, en standið þið elskulega fólk frammi fyrir andláti vegna hörmulegra veikinda. Og vitið að ég vildi bara segja þetta allt saman. Ég held að við erum öll að hugsa þetta. Og frekar en að byrja með hefðbundinni signingu og bæn, að bara segja þetta. Við getum byrjað þar sem við erum stödd. Við erum stödd í flóknum sársauka. Og það er bara best að byrja á því að horfast í augu við það. En við ætlum að vera samferða. Bæði við sem að hér fáum að vera við athöfnina og eins þið sem eru með okkur í andanum, í gegnum streymin. Og nú skulum við, áður en við höldum lengra, hafa stutta bæn. Ég vil bara segja að það eru frábæri listamenn sem að leiða okkur og halda utan okkur hér í dag. Þakka ykkur fyrir ykkar alúð. Og ég veit að við munum öll njóta þess. Leifum, nú má ekki hvetja til samsöngs, það er allt breytt. En við skulum njóta þess að þetta frábæra listafólk hefur fram að færa og leyfa og þiggja það að þau ber okkur uppi í gegnum þess aðtak. Lútum höfði fram fyrir almættinu hvert og eitt okkar forsendum og felum okkur öll lífs og liðin á vald góðum Guði. Í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Almáttugi góði Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbyttnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpað okkur til að treysta þér, treysta nálægð þinn og kærleika. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Among the wildflowers, you belong
You belong somewhere. You feel free. Það er svo falleg myndin sem að er hér í sálmaskránni og þau sem eru með okkur á netinu, þau kannski fá tækifæri til að sjá hana. Myndin af sumarbústaðnum sem var bæði stolt og skjól fyrir Geirþrúði og henni þótt svo innilega vænt um. Og það er mikil fjallasýn, sér vítt yfir landið. Ingólfsfjall í vestri og Eyjafjöllin og fjallahringurinn. Og hér eru ævafórn orð sem einmitt lýsa því að það hefur lengi verið horft til fjallanna. Tökum við þessum orðum. Ég hef augu mín til fjallanna, hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitin ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu villu, hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Amen. Tell me something, girl. Are you happy
Þá bið ég ykkur að gjöra svo vel og rís og fætur og hlýða á heilagt Guðspjall. Ég les fyrir okkur styðstæðan mikilvægasta versið í allri Biblíu. Það er Jóhannesar Guðspjall í 11. kaflanum. Og það segir: Þá grét Jesús. Þannig hljóðar heilagt Guðspjall og við erum sælir við eigum það í hjartan okkar. Ég bið ykkur að gjöra svo vel og taka ykkur aftur sæti og áður en við fáum að njóta meiri tónlistar þá ætla ég að leggja út frá þessu útskýra þennan texta. Það var ekki lesin ástæðulausu. Þá grét Jesús. Ég vissum að gamli munkurinn sem bjó til versin fyrir Biblíuna og enn gilda þau hefur verið húmóristi. Og hann líka haft alveg ofboðslega djúpa tilfinningagreind. Og þegar hann stendur fram fyrir þessu versi, þá grét Jesús, þá ákveður hann að heyrðu, þetta er það. Þetta er það. Og skildi þetta eftir sem eitt stakt vers. Það er nefnilega þannig með Guðsorðið, það er alveg ofboðslega mikið mannanna verk, Guðsorðið. Af því að Guð býr í manneskjum. Heilagur andi býr í fólki. Vitið það, ef það væri til svona mælir eins og málarar nota þeir ætla að mæla raka í veggjum, þeir ætla að taka svona mæli og stinga og finna bara hvað er mikill raki, það er til svona tæki. Ef það væri til svona tæki sem að mældi mannlegan sársauka, svona human suffering mælir. Ef að þessi slíkur mælir hefði verið lagður á Geirþrúði, ef að Geirþrúður Geirsdóttir hefði verið mæld með þeim hætti í sínu lífi, þá vitum við að mælirinn hefði slegið út. Við erum að kveðja þarna konu sem lifði alveg ofboðslega mikinn sársauka og bar hann með stolti og styrk alla sína tíð og lét aldrei bilbúð á sig finna. En þið sem stóðu henni nærri, þið funduð að hún var að þjást. Alltaf. Alltaf. Hvað var það? Vitið það, spurningin hvað gerðist, það er síðasta spurning sem hægt er að svara í þessum heimi. Það er eina sem við getum aldrei vitað í þessu lífi, það er, veitu, hvað var í gangi? Við vitum það aldrei. Við verðum að sætta okkur við það eru mannleg kjör. Það breytist ekki á meðan eitt okkar lifir að við fæðumst inn í þessa veröld og við sjáum ekki sjálf okkur í fókus, við sjáum ekki þau sem við elskum í fókus. Ég held að það sé þess vegna sem meistarinn frá Nasaret tók alltaf líkingu af sauðfénaði þegar hann var að tala um manneskjur. Það sem einkennir sauðfé er það sér svo skammt, rollur sjá ekki, þær fara á instinktum áfram. Þær eru gáfaðar, en þær sjá ekki langt. Ekki frekar en ég, ekki frekar en þú. Þess vegna er svo flókin sorgin núna. Orðin sem að höfð eru Jesú í Jóhannesar Guðspjalli í 11. kafla, þá grét Jesús, eru orð, er lýsing á því þegar Jesús kom inn í flókna sorg þar sem vinur hans, Lasarus, hefði dáið og það var ekkert eins og átt að vera. Hann var sjálfur seinn. Hann kom seint. Hann kom sjálfur of seint. Og svo er hann kominn úti fyrir dyrum og vinur hans er dáinn og sorgin grúfur yfir húsin og hann er ekki kominn þegar systir Lasarusar kemur á móti honum, hún Marta. Þau voru ástvinir,
Marta og María og Lazarus voru ástvinir Jesú og hún kemur, hún bara segir það sem maður segir við þá sem maður treystir, hún kemur bara með blóð og ásökun og hún segir ef þú hefur verið hérna og væri Lazarus ekki dáinn. Aha. Blóð og ásökun. Síðan kemur María út og hún segir alveg það sama. Og Jesús segir, ég segi ykkur, bróðir ykkar mun upprísa. Já, ég veit að hann rísi í upprísun á efsta degi, segir María, og ég held hún hafi verið pirruð í röddina þegar hún sagði það. Ég veit að þú heldur í fram að fólk rísi frá dauðum. Hvað hjálpar það núna? Ég held að það hafi verið stað. Og þarna var hann í sorginni með þessum systrum og allu þessu fólki og svo spyr hann hvar eru þið búin að grafa hann? Og þau sögðu komdu og sjá. Og þegar hann fer af stað með fólkinu þá kemur þetta. Þá grét Jesús. Og fólk sagði sjáðu hvað hann hefur elskað hann. Já, hann gerir það. En ég held að Jesús hafi grátið vegna þess að hann fann til inn í sorginu með þessu fólkinu. Og ég held að þessi saga hafi varðveist í 2000 ár vegna þess að flókin sorg eru mannlegar aðstæður. Aftur og aftur erum við þar. Og svo minnumst við Geirþrúðar og það eru svo stórkostlegar sögurnar og ég á eftir að flytja minningarorðin og það eru svo margar fallegar sögur og við erum að kveðja hérna svo mikil snilling. Mikil lífssnilling, svo mikla afburða manneskju í því að halda haus, gera og vera flott. Allan tíman erum við að finna svo mikið til líka. Og þess vegna svo gott að mega taka gömlu orðin, taka þetta langtíma minni mannkyns sem birtist hér í ritningunni, þetta langtíma minni vitneskjun það að til eitthvað sem heitir djúp samlíðun, þá grét Jesús. Eins og við erum alla að gráta. Það skiptir máli að gráta saman. Það skiptir máli að finna saman til. Og við erum hérna bæði þið sem eruð í streymin og við sem að fáum að vera hérna, við erum hérna til þess að nánustu ástvinir megi finna það, til þess að Margrét og Davígeir og Silja og ömmustrákarnir og öll hin megi finna að þau eru ekki ein. Geymum þetta með okkur, fáum nú tónlist og svo koma minningarorðin.
Ég hef þegar flutt kveðju Halldórs Sævars Guðbergssonar, sambýlismanns. Hér er líka kveðja frá Húsavík, hjartans kveðjur með bænum styrk í sorginni, frá Dóru, Fjólu og fjölskyldu. Og svo er ein hér á ensku og hún er bara svo vel gerð, ég ætla að lesa hana á ensku með mínum íslenska hreim. Það er kveðja frá Stephanie. I remember meeting you back in the 2007 and how you decided we would be friends. I couldn't resist. How could I have? How many laughs did we share? How many times did you trick me? You taught me how to spot idiots and the infamous small men, that horse meat is very tasty in the burger served at the petrol station in Borgarnes, and heaven became a hilarious place since you left us, and I'm sure that Geraldine was delighted to see you. You'll always be my giant friend from Iceland. Þetta er vinátta. Já, heimsins mesta böl er skortur á ímyndunarafli. Heimsins mesta böl er skortur á ímyndunarafli. Þetta voru orð sem að mótuðu Geirþrúði. Þetta fannst henni. Hversu rétt er það? Geirþrúður Geirsdóttir var hraustmenni. Hún var glæsileg kona og mörgum gáfum gætt, en fyrst og síðast gekk hún fram af hreysti og enginn átti neitt inni hjá henni, sama hvað. Uppeldið hafði hann átt í Hafnarfirði, dóttir hjónanna Ólafíu Sigurðardóttur, húsmóður og Geirs Stefánssonar, sem lengst starfaði sem lögreglumaður en hafði stundað sjóinn á árum áður. Geirþrúður minntist þess ofta að hafa ungfarið og veiðar með föður sínum frá höfninni í Hafnarfirði. Albræður hennar voru Sigurður, Stefán Rafn og Ívar, sem látin er fyrir nokkrum árum. Hálfsystir frá föður hét Jóhanna, en hún er látin fyrir 15 árum síðan. Geir lést rúmlega 60 að aldri, en Ólafía lifir dóttur sína og dvelur nú í hárri elli inn á Eir í Grafarvogi. Og á þess ekki kost að vera með okkur í dag. Við hugsum til hennar og byggjum algóðan Guð að vera henni nálægur. Geirþrúður minntist þess að hafa verið heldur uppátækjasöm og á æsku árum. Heimilislífið hafði sumpart verið erfitt og hún þróaði með sér stál, vilja og glaðbeitta framkomu strax frá æsku sem
varð hennar einkenni alla tíð. Æsku vinkonan Vilborg Jónsdóttir, hún man þegar Geirþrúður bankaði upp á hjá henni að vori og spurði: eigum við ekki að vera vinkonur? Jú, hafði hún svarað, þegar ég kem heim úr sveitinni. Haustið var aftur bankað og úti stóð Geirþrúður: jæja, nú getum við verið vinkonur. Og það stóð heima. Geirþrúður og Vilborg höfðu gaman af lífinu, tóku fast á málum. Meðal annars þess minnst að þær urðuðu sér út jólasveinabúninga á aðventu og auglýstu víða að jólasveinn geti komið í heimsókn gegn hóvaru gjaldi innan Hafnarfjarðar. Ekki stóð eftirspurninni og með heimilisföng á miða vítt Hafnarfjörð hófu þær gönguna undir þykkum gæru feldi. Sparaði Geirþrúður sig hvergi í hlutverki sínu uns hún skyndilega steinlá sökum ofhita. Þegar hún rankaði við sér stóð hún jafnharðan á fætur og hélt iðju sinni áfram hiklaust, enda launin góð. Undir lok leiðangursins kom krakkahjörð og veittist að jólasveinunum með aðdráttunum og stælum, en brá heldur þegar annar svenkir sneri sig við og létu þau hafa það svo óþvegið á tærri íslensku að þau hrökkluðust undan heim til sín. Geirþrúður þurfti pláss. Hún tók sér það líka markvisst. Hún þoldi ekki þrengsli, hvorki bókstaflega né í samskiptum við fólk, og hún hefur tekið heilsugur undir orð þjóðskáldsins Einar Ben: ef inni þröngt, takk hnakkðinn og hest og haltu á brott undir loftsins þök. Hýstu aldrei þinn harm, það best að heiman út ef þú berst í vök. Það finnst ekki mein sem ei breytist og bætist, ei böl sem ei haggast, ei lund sem ei kætist við fjör gamsins stoltu og sterku tök. Lát hann stökkva, svo draumar þins hjarta rætist. Ung hafði hún kynnst hestum og hestamennsku hjá góðum hjónum í Hafnarfirði, Elsu Jónsdóttur og Finnboga Aðalsteinssyni. Hafði hún komið til þeirra sem barnapía og fundið sig vel, enda má fullyrða þetta tvennt, hestar og börn, hafi verið sá félagsskapur þar sem Geirþrúður jafnan var í essinu sínu. Enda minnast þær þess dæturnar, Margrét og Silja, þegar mamma kom í heimsókn, þá var það ekki til þess að hitta þær fyrst og fremst, heldur voru það Alex Máni og Ómar Björn og Stefán Ingi og Jakob Geir, ömmu strákarnir sem áttu hugarnar. Við stóra bústaðinn með 300 fermetra pallinum sem myndin á hér í sálmaskránni, þá stendur þessi líka flotti leikkastal í öllum regnbogans litum, og svo hafði hún gefið þeim rafmagnstraktora sem gaurarnir gátu sest upp á og tryllt pallin og túnið og eins og þá listi. Það eru margar góðar minningar hjá ungum sálum tengdar Geirþrúði ömmu. Snemma á 9. áratugnum lágu leiðir Geirþrúðar saman við Vilhjálm Hrólfsson. Hann var í hestunum eins og hún. Foreldrar hans voru Hrólfur Guðmundsson og Áshildur Vilhjálmsdóttir og hafði hann átt uppeldi á Hólmavík. Samband þeirra þróaðist ekki þannig að þau hæfu búskap, en þann 15. apríl árið 82 ól Geirþrúður frumburðin Silju. Ári síðar stóð ungur maður undir regnhlíf í ausandi rigningu niðri miðbæ Reykjavíkur. Kemur þá hávaxin ung kona með ljósar krullur skundandi, stekkur inn í skjólið undir regnhlífinni við hlið hans og segir hæ. Og þar voru örlög ráðin. Sambúðin og hófu þau á Ránargötu uns flutt var í Kríuhóla þar sem þau bjuggu Margrét fæddist þann 30. júní. Þarna var kominn Jónas, nýkominn frá hagfræðináminu í Bandaríkjunum. Og þau flutti fyrst á Ránargötu og svo Kríuhóla og bjuggu þar þegar Margrét fæddist þann 30. júní 1985. Og svo fæddist Davíð Geir þann 29. maí árið 87. Jónas uppalinn í Reykjavík, sonur Ketils Hlíðdal Jónassonar og Margrétar Ingunnar Ólafsdóttur.
Geirþrúður stundaði hestana allt sitt líf og hafði af þeim ómældar ánægjustundir. Þeir voru hennar bestu félagar og á erfiðum tímum sálu sorgarar. Hún var þekkt fyrir mikla hreysti, háa raust, glaðværan hlátur og líflega ljósa krullaða hárið sem þekktist langar leiðir þegar hún þeyttist á fullri ferð á yfirferðartölti á henni rispu sinni. Þær stöllur voru ekki alltaf sammála og eftirminnilegt þegar Geirþrúður hefði riðið með hópi sem var að leggja af stað í hestaferð, en þegar hún ætlaði að snúa við og fylgja ekki ferðinni lengra þá urðu þær stöllur ósáttar sem endaði með því að sú fjórfætta gerði sig lítið fyrir og tók trommusóla á höfðinu á hinni eins og hún orðaði það, hún Geirþrúður. Geirþrúður lét það ekki mikið á sig fá, heldur hélt af stað í bæinn með 3 til reiðar á þeirri óþekku. Það var ekki henni líkt að láta svona hluti stoppa sig þegar koma hestaferðum, en hestaferðir voru hennar uppáhaldsmáti til að njóta náttúrunnar. Ferðafélagar hennar eiga alls konar skrautlegar minningar til að mynda þá að horfa á eftir henni fljóta niður Þjórsá sundríðandi á Gosa með sígarettuna í munnvikinu. Hestur og maður liði þetta af, þó raftækin í vasa frúarinn hafi ekki gert það. Geirþrúður átti líka félaga í hundum fjölskyldunar og það er margs að minnast í því samband. Sögurnar eru margar. Félagsfólk í hestamanna félögum, spretti og andvara. Á Geirþrúði margt gott upp að unna. Þegar árabil kom hún öflugin í félagsstarfið og gaf mikla vinnu. Var Geirþrúður gjaldkeri þær í mörg ár, gerðist jafnframt á löngu tímabili mikilsvirk við matseld á hestamannamótum, annaðist sjoppureksturinn og hvað eina. Hún var jafnan hress og þekkt fyrir að svara hestaköllum út bæði munnvik ef þurfa þótti. Engu slakar en Svenki hafði á sínum tíma hóað á börnin í Hafnarfirðinum. Var Geirþrúður vel metin fyrir marghátta framlag til hestaíþróttarinnar og margar af bestu æskuminningum Silju Margrétar og Davíðs Geirs tengjast hestamennskunni. Og ekki síður sumarbústaðnum sem Margrét móðir Jónasar átti á Þingvöllum. Sá bústaður varð landsþekktur í kvikmyndinni Okkar eigin Ósló á sínum tíma, en eins og þeir sem þekkja vita þá endar myndin á stærðar báli þar sem bústaðurinn brennur til kaldra kola. Geirþrúði var ekki skemmt við það að sjá þetta og snar reiddi syni sínum Daði Geir fyrir verknaðinn, en hann tók þátt í að framkvæma þær tækni brellur sem jú að sjálfsögðu voru brellur og bústaðurinn brann aldrei. Sambúð Geirþrúðar og Jónasar lauk árið 1994. Hafði Geirþrúður þá verið heimavinnandi með ungum börnum sínum en einnig unnið með sambýlismanni ásamt öðrum störfum. Stúdentsprófinu hafði hún lokið frá Flensborg á sínum tíma og svo leiðin í rekstrarfræði í Tækniskólanum. Þar var á vegi hennar ungur smiður sem kominn var í nám í byggingatæknifræði, Unnar Björnsson að nafni, uppalinn á Húsavík, sonur hjónanna Hönnu Stefánsdóttur og Jóns Guðlaugssonar. Unnar heillaðist af frúnni þar sem hann horfði ásamt bekkjarfjölum sínum á hann að skipta dekk á bifreið sinni. Fylgdi sögurnar enginn þeirra hefði komið til hjálpar, en ástin kviknaði. Var hann þetta leyti nýskilinn við barnsmóður sína og sonur hans heitir Jón Halldór, fæddur árið 1992. Þau felldu hugi saman og hófu sambúð sína að Fífurima. Geirþrúður lauk rekstrarfræðinni frá Tækniskólanum og fór að vinna hjá ýmsum fyrirtækjum, svo sem Hörpu Sjöfn, þar sem hún vann meðal annars með syni sínum tíma. Hún fékk gott starf við Landsbankann og eignaðist þar margt ágætt samstarfsfólk. Aldamótin festu Geirþrúður og Unnar Björn kaup á 14 hektara landskíka í Grímsnesi sem þau nefndu Traðargerði eftir fæðingarstað Geirs föður hennar. En þar má, eins og ég lýsti áðan, sjá yfir Suðurlands undirlendið í góðu skyggni. Í vestri blasir við Ingólfsfjall við tignarlegt í fjarska og á góðum degi má jafnvel sjá glitta í Heklu.
eru ótaldar minningar tengdar þessum sælu reit, þar sem reiðhestarnir hafa verið á sumarbeit og fjölskyldan hefur skemmt sér við útreiðar sumarlangt. Framan af árum stóð þarna lítill kofi sem einhvern veginn rúmaði alltaf alla, svo það var hægt að sitja við spil og spjall og krásirna sem frúin bar fram af og njóta krásanna sem hún bar fram af list og þrótti. Síðar reis hið glæsilega sumarhús sem nú sómir sér með pallinum góða. Sá skuggi grúfði yfir lífi fjölskyldunar árum saman að Unnar Björn greindist ungur með krabbamein sem tók sig upp með hléum uns hann kvaddi þann 9. mars árið 2015. Var margt erfitt í því sambandi og þegar ástvinir Geirþrúðar horfum öxl, minnast þau þess hvernig hún studdi Unnar í veikindum hans, gerði alltaf ráð fyrir honum og að lokum fékk hann að fara með reisn. Þykir ástvinum sumpart sem stoltið og sjálfstæðið hafi gert orðið Geirþrúði að falli þegar hún leitaðist við að bera allar þessar byrðar ein í stað þess að þiggja eða biðja hjálp. Svo lítils virði er það allt sem allt sem ann ég og allra gæfu er þröngur stakkur sniðinn sem hvítar dúfur hendur þínar fann ég í harmleik einhvers dags sem nú er liðinn. Þannig orti Steinn Steinar. Líklega lýsir þetta ljóð ágætlega því hvernig Geirþrúður eignaðist endurnýjaða ást í lífinu með honum Halldóri Sævari Guðbergssyni. Þar tóku höndum saman tvær særðar sálir og glöddust hríð. Kom nú tími sem gætt hefur líf ástvina mörgum góðum minningum. Fékk Margrét og sonurinn Alex Máni tækifæri til að ferðast með Geirþrúði ýmsar ferðir út fyrir landsteina, meðal annars í því skyni að heimsækja Silju og Valdimar Ómarsson, mann hennar og svo son, þar sem þau voru í námi. Hafði Geirþrúður enda reynst þeim mikill bakhjarl og stuðningur alla tíð. Þá var farin ógleymanleg skíðaferð til Austurríkis með millilendingu í London árið 2018, sannkallað kvikmyndaefni. Því þar fóru saman tvær konur með stálpaðan krakka, ungling og nýfætt barn ásamt blindum manni á skíði. Það eftir að gera mynd þetta. Fáum mánuðum síðar kom enn betur ljós hvern mann Geirþrúður hafði að geyma þegar hún sjálf greindist með krabbamein og fékk skýran dauðadóm frá lækninum. Þann dag lagði hún frá sér reykingarnar sem höfðu fylgt henni frá unglingsárum og tók það ákvörðun að lifa af alefli. 2 sumur, 1 jól, fékk fjölskyldan saman og aldrei nokkru sinni lagði Geirþrúður niður varnir sínar. Enginn heyrði hana æðrast. Enginn heyrði hana barma sér, en enn sem fyrr átti frúin það til að bregða fyrir sig tærri íslensku, teldi hún þess þurfa. Þegar erfiðustu dagarnir gengu í garð komu bræður hennar 2, Stefán Rafn og Sigurður upp að hlið ástvina og stóðu með systur sinni á banaleiðunni. Allt er það 1000-falt þakkað á hverju stund. Geirþrúður farði í friði. Friður Guðs þig blessi. Hafðu þakk fyrir allt og allt. Amen. For
and I love you, I love you, I love you like never before. To you, I would give the world. To you, I'd never be cold, 'cause I feel that when I'm with you, it's alright. I know it's alright. And the songbirds keep singing like they know the score. And I love you, I love you, I love you like never before, like never before, like never before. Skulum biðja saman. Almáttugi góði Guð, þú þekkir og sérð allan okkar huga og allt okkar þel. Þekkir og sérð öll tengslin á ólíkum tíma og persónur og leikendur í líf okkar. Og nú biðjum við þess að þú varðveitir Geirþrúði Geirsdóttur í örmum þínu. Gefðu henni, drottinn minn, hvíld og huggun, varðveitt hann í ljósinu þínu. Við hugsum til aldrarar móður sem að horfir á bak dóttur sinni verandi sjálf í hárri elli. Varðveitt Ólafíu, styrk hana og gef henni allt sem hún þarf. Við minnumst þeirra sem farin eru og undan, bæði Vilhjálms Hrólfssonar, föður Silju og einnig Unnars Björns, og annara sem farin eru á undan. Kom þú drottinn með þína huggun. Við felum í þínar hendur framtíðina í lífi Alex Mána og Ómars Björns og Stefáns Inga og Jakobs Geirs. Blessaðu ömmu drengina sem að núna horfa á bak ömmu sinni og heyr þú drottinn bænir hennar fyrir ömmu drengjunum sínum. Vak yfir þeim og gefðu ástvinunum allt sem þau þurfa til þess að þeir megi alla tíð minnast ömmu sinnar með þakklæti og stolti og eiga og að sögurnar hana verði þeim til styrktar, til að dýpka hjarta þeirra og gefa þeim kjark til að lifa af alefli. Alls þessa biðjum við. Og allt felum við í hendur þínar í bæninu sem þú kendur okkur og við segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn,
Tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frels oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Skelfingu frá tíma
Svo vel, rís á fætur. Lofaður sé Guð og Faðir drottins Jesú Krist sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit henni drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíl í þínum friði og drottin minn gefðu dánum ró og hinum líkt sem lifa. Amen. Gott að við fáum okkur bara sæti og njótum tónlistarinn. Þá býð ég ykkur að rísa loks á fætur og taka við drottinlegri blessun.
Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Já, Guði séu þakkir sem gefur okkur sigurinn fyrir Drottinn Jesú Krist. Amen. Ég veit að ég tala fyrir hönd okkar allra að þakka þessum frábæru tónlistarmönnum þeirra bara utan hald hér í dag, hjartans þakkir, Guð blessi ykkur. Þakkum útfararstjórum og streymistæknumönnum og þeim sem hér hafa staðið heiðursvörðinn fyrir hönd hestamannafélagana, það er stórkostlegt. Bálför mun fara fram og duft Geirþrúðar jarðsett einhvern daginn í náinni framtíð. Þegar við yfirgefum kirkjuna þá gefst okkur kostur á að ganga að kistunni, signa yfir og kveðja áður en við höldum áfram. Við þökkum öllum þeim sem eru með okkur í streyminu og höldum nú áfram göngunni og heiðrum minningu Geirþrúðar með því að lifa fallega og einbeitt. Amen.